Baldur Guðlaugsson, ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu, seldi hlutabréf sem hann átti í Landsbankanum mánuði áður en fjármálaeftirlitið yfirtók rekstur bankans. Guðný Helga Herbertsdóttir. Baldur náði því að selja hlutabréf sín áður en þau urðu algjörlega verðlaus eftir yfirtöku fjármálaeftirlitsins á bankanum. Hann neitaði viðtali en sagði í samtali við Fréttastofu að þegar hann seldi bréfin hafi hann ekki haft neinar upplýsingar sem markaðurinn hafði ekki. Hann hafi tekið ákvörðun sölu bréfana eftir að fréttir birtust í fjölmiðlum áhættu bankans og útlánatapi vegna lánveitinga. Hann segir jafnframt að hann hafi ekki keypt hlutabréf eftir að hann kom til starfa í ráðuneytinu þar sem hann telur það ekki samræmast starfi sínu. Í ljós hefur komið að 2 breskir hagfræðingar gerðu skýrslu íslenska fjármálakerfið að beiðni Landsbankans fyrr á þessu ári. Í niðurstöðum skýrslunar kom fram að stærð bankana stefndi hagkerfinu í hættu. Annar höfundur skýrslunar segir að efni hennar hafi verið kynnt á málþingi og fyrir fulltrúum ríkisstjórnarinnar. Baldur segist aldrei hafa séð umrædda skýrslu og segist ekki hafa vitað af tilvist hennar fyrr en fyrir 2 dögum. Hann hafi því ekki haft neinar upplýsingar bága stöðu Landsbankans umfram þær sem voru í fjölmiðlum. Uppað viðskiptana liggur ekki fyrir en Fréttastofa hefur óskað eftir upplýsingum frá fjármálaeftirlitinu og skilanefnd Landsbankans á breytingum á hluthafaskrá mánuðinn áður en bankinn var tekinn yfir. Þeirri beiðni hefur ekki verið svarað.